Jón Þór, sigur tilfinning, það svolítið síðast. Heldur betur, það allt og langt síðast og síðasta leik í deildinni fyrir á og kærkomið, ekki spurning. Núna koma, hvað var það sem að gekk svona vel upp? Við búin að vinna svolítið í því að skerpa þess á okkar sóknarleik. Við höfum eins og við höfum talað verið nokkuð kátir með okkar spilamennsku á köflum, hvernig við höfum haldið í boltan, hvernig við höfum spilað á köflum á milli okkar og okkur hefur svolítið vantað að breyta því yfir í dauðafæri og mörk og svo framvegis. Þannig að við breytum því aðeins og það tókst í dag sem betur fer en svona það voru engar stórkostlega breytingar á því. Við vissum bara að það býr meira í liðinu og það bara gekk í dag. Hvernig var tilfinning að fara inn í hálfleik með 1 stöðu? Það var í raun og veru bara auðvitað erfitt að fá jöfnunarmark á loka andartökunum. Ég þurfti bara aðeins að brýna menn hvað það varðar að við náttúrulega fengum álíka skell á lokasekundunum í síðasta leik fyrir hálfleikin líka. Mér fannst við ekki svara því nægilega vel fyrstu 20 mínútur í seinni hálfleik í þeim leik. Þannig að það var í sjálfu sér einfalt mál fyrir mig að brýna það. Og ég var mjög ánægður með hvernig við komum út í seinni hálfleikin. Komist þið í 2-1 og svo liggja það svolítið á okkur, fannst mér allavega í stöðunum 2? Já, ég sammála því. Mér fannst við byrja að báða hálfleikana frábærlega. Fyrir hálfleikin að vísu fengu þeir fyrsta færi leiksins en eftir það þá tókum við öll völd á vellinum fannst mér og áttum mjög góðan kafla. Svo þetta finnst við byrja seinni hálfleikinn þannig líka, gefum við eftir í bæði skiptin en það svo sem ekkert óeðlilegt að bæði Afturelding og Leiknir vel spilandi og góð fótboltalið og þannig að það ekkert óeðlilegt að lið skiptist á að hafa boltan og halda í boltan en við þurfum aðeins að læra það að taka aðeins betri kontról á því þegar að við missum tök á einhverjum köflum í leikjum Þannig að þeir komist inn í leikinn og liðin bara skiptust á svolítið að stjórna honum og sem svo sem ekki óeðlilegt á útivelli á móti Leikni og ég bara hæst ánægður með að hafa náð þessum mörkum inn og mér finnst við að lokum inn að sanngjarna sigur, mér finnst við spila vel og kærkomið heldur sér fyrsti sigur í deildinni síðan 2015 þannig að þetta risastór áfangi fyrir okkur. Léttir þegar að þriðja markið kom? Já, hefði viljað fá 4. Til þess að klára leikinn. Mér hefði svona 3-1, ekkert allt of rólegur í þeirri stöðu. 4-1 hefði klárað þetta og við fengum stöðu til að gera það. En jú, auðvitað skiptir þriðja markið miklu máli og það var svo sem aldrei spurning. Þegar annað mark kom það seint að það var nánast lokaspyrna leiksins þannig að þetta var svo sem aldrei þannig í hættu. Fullkomlega svona bara sanngjarn sigur, myndirðu alveg segja það eftir leik? Já, ég myndi segja það. Ég eins og ég segi, auðvitað skiptust liðin á og við erum frekar ósátti við að hafa mist, eins og ég segi, byrjum báða hálfleika virkilega vel og eigum þar frábæra kafla og missum svo aðeins dampinn og á köflum mistum við Leiknismennina í fullmikið kontról og gáðum eftir fullmikil svæði og þeir voru fullmikið að spila í kringum okkur og inn á miðuna þannig að við erum svo sem ekkert alveg fullkomlega sátti við það en já, ég held að heildina er litið þá sé það sanngjarn sigur. Viktor skorar og núna hefur markið að standa? Já, heldur betur. Það er frábær Viktor búinn að þetta frábær framherji og við þurfum bara að koma honum í þessi færi og hann klárar þau. Að lokum bara Daniel Ingi byrjar sem fyrsta leik í deildinni. Hver var svona hugsun á bak við það? Já, Daniel Ingi er bara frábær leikmaður og var á köflum í vetur okkar besti leikmaður. Þannig að bara hefur átt frábært undirbúningstímabil og verið algjörlega frábært að fylgjast með honum þroskast og þróast og Haukur Andri hefur verið að byrja þessa leiki hjá okkur og
núna í deildinni og hérna staði sig virkilega vel og gerðum 2 breytingar á liðinu fyrir þennan leik og þær snerist í raun og ekki framistöður þeirra leikmanna sem detta út úr liðinu heldur kannski meiri úrslit og Daniel virkilega hérna grimmur og gráður fyrir fram að markið og okkur vantaði það svolítið í þessum fyrstu leikum að skila hlaupunum inn í teig og klára hlaupin inn í teig og það gerði Daniel virkilega vel í vetur og skoraði nokkur mörk og á það bara skilið að hérna byrja hérna í dag staði sig frábærlega vel. Brota eitthvað svekkelse að vera að missa núna út? Nei, það er bara gleðiefni fyrir okkur, það er frábært hérna þegar ungi leikmenn fara út, stíga skrefið út í atvinnumennsku, hann er að fara á frábæran stað, virkilega spennandi verkefni þar, virkilega hérna áhugaverðan klúbb og áhugavert verkefni og verður frábært að halda áfram bara að fylgjast með hans þróun eins og ég segi, hann hefur tekið risastór stökk í vetur og hérna verið frábært að fá að vinna með og fylgjast með þeim skrefum og við munum fylgjast áfram og verður virkilega spennandi að fylgjast með honum út í þegar hann fer út en hann er ekki farinn og hérna nýtist okkur vel þangað til. Takk fyrir. Takk.